Hæ, ég heiti Margrét Og ég heiti Guðrún. og við erum aðgengisátak ÖBÍ. Komdu með okkur í ferðalag borgina. Salerni fyrir hreyfihamlaða eru ekki aðeins ætluð þeim, ólíkt bílastæðunum. Salernin eru einungis merkt til þess að sýna að þau séu aðgengileg. Það á ekki að læsa þessum salernum og láta fatlað fólk elta uppi starfsmenn með lyklavöld þegar það þarf að nota aðstöðuna. Hurðin á ekki að hafa pumpu þar sem það þyngir hana og gerir það að verkum að hún skellur aftur sem getur reynst hættulegt. Mikilvægt er að dyrnar séu ekki með þröskuld þar sem hann getur reynst óþarfa hindrun. Það ættu aldrei að opnast inn þar sem það tekur mikið af gólfplási inn á salerninu sjálfu sem fólk með hjálpatæki þarf á að halda til þess að geta yfir höfuð nýtt aðstöðuna. Dyr eiga helst að opnast til hliðar eða út að öðrum kosti. Salernin þurfa að vera stærri til þess að fólk sem nota hjálpatæki geti athafnað sig þar inni. Hindrunarleg snúningssvæði inn á salernum í opinberum byggingum og fyrirtækjum á að vera að minnstakosti 1,5 metrar. Þetta rými er ekki geymslusvæði og því er mikilvægt að þar séu ekki geymd húsgögn eða annað sem takmarka athafnasvæði einstaklingsins. Færanlegar handstóðir eða þær sem ekki takmarka athafnasvæðið þurfa að vera beggja vegna skálar til þess að auðvelda einstaklingum að komast á og af salerninu. Mikilvægt er að salernið séu að minnstakosti 47 cm á hæð, helst aðeins hærri. Þetta hérna, ef við tökum sem dæmi, er einungis 42 cm í setuhæð og það er einfaldlega allt of lágt. Það er ekkert mál fyrir fólk í hjólastól að komast á salernið sem eru svona lág, en vandamálið fyrst kemur þegar þetta færa þig aftur yfir í stólinn. Enginn okkar vill vera fastur á salerninu. Skápar og hyslur undir vaski takmarka aðgengi hjólastólanotenda að honum. Það þarf að vera hægt að koma stólnum undir hann svo hægt sé að þvo sér hendurnar. Æskilegt er að skrúfa sig frá og fyrir krana með langri sveif. Fólk með eina hönd, börn og hreyfihamlaðir sem ná ekki í skynjara eða krana eiga annars erfitt með að nota vaskinn. Öll þurfum við einhvern tímann að athuga í spegli hvort við séum með salatblað eða annað í tönnunum og þetta gefur mér engan möguleika til þess. Salernis aðstæðan þarf að hafa skýr litaskil. Sjónskertir eiga oft erfitt með að greina litamun og því er mikilvægt að hafa kontrastinn mikinn. Ef salernisskál, vaskur og annað tilheyrandi er í sama lit og veggurinn, þá er fólk með sjónskerðingu erfitt með að greina eitt frá öðru. Hægt er að bæta úr því með því að setja áherslumerkingar við helstu tæki og aðbúnað. Gólfið ætti sömuleiðis að vera í öðrum lit en veggurinn þar sem það getur einfalda sjónskertum að athafna sig inn á salerninu. Hvort sem þú veikist, slasast eða fæðist fatlaður átt að eiga jafnan rétt á aðgengi eins og aðrir að samfélaginu öllu. Kynnið ykkur leiðbeiningar byggingarreglugerðarinnar. Við viljum aðgengi fyrir alla.